þá meira að segja þurfum við ekki að borga þessum herramanni vegna þess að dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að allur kostnaður Íslands verður greiddur af ESA. Það eitt og sér undirstrikar hversu algjör sigur okkar er. Málstóður okkar frá upphafi var góður og hann batnaði eftir því sem áleið. Við fengum besta málflutningsmanninn í Bretlandi að ég held sem hægt er að fá. Tim Ward var valinn úr hópi margra, ekki síst vegna mikillar reynslu hans fyrir Evrópudómstólnum, þar sem að einmitt voru mál af þessu tagi, þar sem að tekist var oft á jafnræðisbrot og skort og ófullkomna innleiðingu á tilskipunum. Þess vegna var hann valinn og vel tókst honum upp, en þó held ég verð að segja að það megi líka því við meistaraverk hvernig honum tókst að sýna fram á að ef að svo færi að við gætum haft sigur í fyrra ákæra atriðinu, að þá væri ómögulegt að sakfella okkur fyrir því síðara, það er að segja mismunina. En eins og þið vitið vel að þá voru margir þeirra skoðunar að það væri mjög erfitt að komast hjá áfellisdómi þar. En það tókst og ég tel að það sé ekki síst að þakka honum og tel að þessi málsvörn í þessu stærsta máli sem hefur nokkru sinni ratað á fjörur EFTA-dómstólsins eigi eftir að verða skólabókardæmi langa framtíð í kennslubókum í Evrópurétti. Og hafi Tim Ward getið sér nafn áður, að þá hefur hann það svo sannarlega með þessu máli sem að ég held að hljóta með að segja sé eitt stærsta máli sem langa hríð hefur komið af þessu tagi fyrir Evrópudómstóla. Þetta mál hefur auðvitað, því hefur lyktað með stórkostlegum sigri fyrir Ísland, en það á eftir að vera umrætt út í Evrópu því það kann vel að vera og það hafi afleiðingar fyrir banka þar. Við erum hins vegar hólpin og ég vil þakka öllum sem að þessu máli komu. Ég vil til dæmis sérstaklega nota þetta tækifæri til að þakka þeim grasrótarsamtökum sem að unna þessu máli átti verulegan þátt í að hnika því í þennan farveg. Frá upphafi var það þannig að Íslendingar vildu koma málunum fyrir dóm, það var ókleift, okkur var boðið að fara með þetta í gerðardóm sem að var með þeim hættu búin að við töldum að niðurstaðan væri þar fyrirfram ákveðin og við höfnuðum því og það var ekki fyrr heldur en að málið fór í farveg samningsbrota máls að það fór fyrir dóm. Málstaðan var góður í upphafi eins og ég sagði en hann þéttist æ betur og ég vil á þessari stundu þakka þeim sem að voru í málvarnarteimunum þar sem að hver maður var öðrum gildari og þar sem að við gættum þess að taka inn í málsvarnarteimið líka sjónarmið þeirra sem að hefur gagnrýnt samningaleiðina. Það hjálpaði eins og Tim hefur sagt, það bætti stöðuna. Þetta er niðurstaðan og nú ætla ég að leyfa Tim að taka til máls.